Hvað eru stökkbreytingar og hvaða gagn getur verið af þeim? Stökkbreytingar er ekki það sem þið sjáuð í bíómyndum og teiknimyndum, þar sem einhver fær einhverja ofurkrafta því að það bítur hann kónguló eða fer að vaxa á fólki eða í dýrum einhver önnur líffæri, kannski af einhver allt annari dýrategund. Við tökum ekki og klippum og lífum saman ólíka parta af mismunandi dýrategundum. Það virkar ekkert þannig. Stökkbreyting er bara pínulítil breyting á erfðaefni. Getur verið út af geislun, út af eiturefnum, stundum verið þetta gerast bara sjálfu sér. Þetta yfirleitt hefur stökkbreyting lítil áhrif. Því að ef það verður stökkbreyting fyrir einni frumu, breytir það voða litlu, til dæmis í hendin á mér. Þú veist, hendin á mér verður ekkert allt öðruvísi. Oft þá bara deyr fruman, eða hún getur gert eitthvað pínu meira en af því að þetta er bara ein frum og þá breytir það einhver. Til þess að fá áhrif á allan einstaklingin þarf þetta að gerast annarkvort í kynfrumunum sem búa einstaklingin til eða þetta gerist í okfrumunni. Og það eru 100-200 stökkbreytingar sem verða í þessu ferli. Því að ef það verða stökkbreytingar þarna, þá hafa þar áhrif á hverju einustu frumu sem verða til eftir það, því þær eru búnar til eftir uppskriftinni af fyrstu okfrumunni. Sumar stökkbreytingar breytingu, auglitur eða bara þarf ekki einu sinni að vera útlitsbreyting, heldur bara fruman fyrir að gera eitthvað pínu öðruvísi og það breytir ekkert öllu. Sumar eru slæmar, gera það verkum að fruman hreinlega bara deyr, nær ekki að gera það sem hún á að vera að gera, getur orðið til þess að fruman fara að fjölga sér stjórnlaust, þá getur við verið komið með krabbamein. Svo eru aðrar sem eru góðar, það er að segja, ýkja einhvern eiginleika sem að lífverðin er með, gera eitthvað stærra eða minna, gera lífverðina stærra eða minni, breytin að einhverju leyti. Yfirleitt gerist ekki svona með einni stökkbreytingu, heldur þarf margar stökkbreytingar í margar kynslóðir til þess að svona breytingar verði sýnilegar. En ef þetta er breyting sem að hjálpar lífverðinni, gerir hana betri í aðstæðunum sem hún býr í, að þá eignast sú lífvera fleiri afkvæmi heldur en hinir. Afkvæmin eru þó jafnvel með þennan eiginleika líka, svo getur orðið fleiri stökkbreytingar þar, þannig að eiginleikin verður ýktari, meira áberandi og þá gengur þeim ennþá betur. Þannig hægt og rólega verða fleiri og fleiri með þennan eiginleika og þá erum við kannski farin að tala um að tegundin sé farin að breytast. Svona verða stökkbreytingar til þess að tegundir breytast og jafnvel nýjar tegundir verða til, því að á mjög löngum tíma erum við kannski á einhverju tímapunkti komið með tegund sem er frábrugðin því sem við byrjuðum með.